kemur í heimsókn, hittir ættingja og vini og ég svo glöð að sjá fulla kirkju hér í dag og verið hjartanlega velkomin. Þetta tímamót líka. Áramótin bara eftir nokkra daga. Tímamót þar sem við getum horft tilbaka og séð hvað fór vel á þessu ári. Við getum sett okkur markmið hvað við getum gert betur á nýja ári. Þannig að það tímamót. Og það líka tímamót sem við erum að fagna hér í dag. Ekki og Laila búin að vera hérna hjá okkur í 40 ár. Danirni sem komi hérna sem þröstarbarna til að smá tíma allavega en hér. En við höfum verið svo heppin að þau hafa bara aftur farið tilbaka. Þannig að þetta eru alls konar tímamót sem við erum að fagna hér saman. En og ég ætla bara að tilkynna það að eftir að Ester búin að spila eftirspilið að þá koma tilkynningar hvernig við ætlum að borða saman því að það verið að undirbúa máltíð hér sem við vonandi öll getum tekið þátt í. En nú skulum við hefja þessa guðþjónustu og við skulum syngja lofgjörðarversi saman og við skulum rísa á fætur. Það númer 12 í sálmabókunum, Lofsyngi drottni. And also our love to you. And we ask you to receive us as we are today. To bless us with your presence. And to lift up our hearts before your throne. And may the words spoken today honor you and encourage each one of us here. We pray that in Jesus' name. Amen. Við skulum þá því næst finna sálminn númer 93, friður frelsarans, númer 93. Number 93, hymn number 93. Oh
biðja ykkur að rísa á fætur því að við höfum því miður dánarfregn að flétta söfnuðinum. Já, ég hef dánarfregn að færa söfnuðinum. Það Svava Sveinbjörnsdóttir sem látin. Hún lést á þann 23. desember. Svava var safnaðarmeðlimur safnaðarins í fjöldamörg ár. Hún fæddist 1934, svo hún var rétt nírætt þegar hún lést. Foreldrar hennar voru líka máttastólpar í söfnuðinni hér, Sveinbjörn Einarsson og Guðbjörg, sem voru hér til margra ára. Svava átti hægt andlát á elliheimilinu Grund eða Litlu Grund og við viljum svo sannarlega votta ástvinum Svövu hluttekningu og samúð. Útförin verður tilkynnt síðar. Blessuð sé minning systur okkar. Takk fyrir. Ritningaversið sem Ivo hefur valið í dag, og ætla ég að biðja ykkur að rísa á fætur með lesa, tekið úr annarri Mósebók, 4. kafla og 10. vers. En þar segir: Þá sagði Móse við Drottinn: Æ, Drottinn, aldrei hef ég málsnjall maður verið. Hvorki áður fyrir né heldur síðan þú talaði við þjón þinn, því að mér tregt málfæri og tungutak. En Drottinn sagði við hann: Hver gefur manninu málið? Er það ekki ég, Drottinn, sem gjörir það? Skulum lúta höfð í bæn. Kæri himneski Faðir, þakka þér fyrir að við getum komið hér saman í þínu húsi til þess að fá að tilbiðja þig, til þess að finna fyrir kærleika þínum, fá að læra meira þig og einnig að við getum verið hér saman sem vinir, sem fjölskylda, sem söfnuður hér á þessu landi. Og ég bið þess góði Guð að þú hjálpir okkur að vera ljós fyrir þig, að við megum eins og litlu jólaljósin megum lýsa hér út þennan bæ og hvar sem við erum. Ég bið þess góði Guð að þú blessir þessa stund og að þú leiðir okkur ávallt og gefir það að þinn andi megi vinna í hjörtum okkar, að við megum vera verkfæri fyrir þig og við megum vera blessun fyrir aðra sem að við komum í návegi við. Vertu með þeim sem syrgja, gefðu þeim huggun. Við biðjum í Jesú nafni. Amen. Við skulum þá í framhaldi syngja sálminn númer 90, Fögur er foldin, og það smá á milli versa, þá stutt orgelspil. En við skulum finna okkur sálminn númer 90, hymn number 90. Oh
heppin að við ætlum að fá hérna tónlistaratriði og það hann Ísak Birgisson sem spilar á selló og það pabbi hans, Birgir Óskarsson, sem ætlar að spila undir. Gjörðu svo vel. Yndislegt að fá svona tónlistaratrið. Takk fyrir, kærlega. En það er meira og það er hún Sonja, systir Eriks. Hvar ertu, Sonja? Þarna ertu. Ætlar þú ekki að koma að gera eitthvað hérna fyrir okkur? Og þið sem að þekkið Sonju, þá vitið þið að hún er alveg frábær í að segja barnasögur. Og við höfum fengið hana til þess einmitt að vera með barnasöguna hér í dag. Þegar ég verð 100 ára, þá hætti ég þessu. Sagan er frá Kína, eins og venjulega, næstum því venjulega. Og stelpan í sögunni, hún heitir Su Ling. Su Ling er á munaðarleysingjahæli. Það þýðir, það er svona heimili fyrir börn sem ekki eiga pappa og mömmu. En hún hafði það gott á þessu heimili og nú hafði hún verið þar í bara 2 ár og hún hafði
kynst Jesú og hún hafði upplifað jól og vissi að á jólum að þá fær maður gjafir. En hana langaði líka að gefa eitthvað. Það er svolítið erfitt alltaf bara að taka á móti en ekki að geta gefið neitt. En hún vissi ekki hvernig það væri hægt að hún geti farið að gefa ykkur að gjafir því hún átti ekki neitt. En hún vissi að við gefum gjafir á jólum að því að Jesús var, eða Guð gaf stærstu gjöfina þegar Jesús fæddist. En nú hafði Súling hugsað mikið um þetta og svo hafði ykkur prestur verið í heimsókn og hafði samkomu og þar sagði hann frá ykkur vandræðum sem hann hefði lent í og mist farangurinn sinn, en hann bað til Guðs og Guð svaraði bænans og sá að hann fékk allt sem hann vantaði. Svo Súling fann út úr því að Guð getur gefið, Guð getur allt. Þetta sagði fólkið henni og hún hvað heitir hún konan hérna, þessi kínversku nafn, Miss Song, hún huggaði Súling og sagði, já, Guð getur hjálpað, það er rétt sem þú segir að Guð svarar þegar við tölum við hann. Guð er eins og faðir okkar, við getum beðið til hans og hann heyrir okkur. Svo segir Súling, er það ekki satt að Guð geti allt? Jú, Guð skapaði stjörnurnar og sólina og heiminn og Guð getur allt. Þá getur hann gert það sem ég bið hann sérstaklega ef ég nú að biðja það handa einhverjum öðrum, ekki bara handa sjálfri mér, sagði hún. Já, en hvað ertu að hugsa spurði fröken Song. Jú, ég þarf að fá gjafir sem ég get gefið öllum börnunum hérna og kennurunum líka. Svo ég hef beðið Guð að gefa mér 288 gjafir. Og hvað gera kennararnir svo þegar þeir heyra þetta? Súling trúir því að Guð geti séð henni fyrir 288 gjöfum. Það er ekki hægt. En það getur þau ekki sagt við stelpuna. En þau eru í vandræðum og þau biðja Guð, þú verður að leysa úr þessu vandamáli. Hún má ekki verða fyrir vonbrigðum, aumingja litla Súling. Svo koma jólin og jólaveislan og það að fara að býta út gjöfum og frú Fraser veit að Súling fær dúkku frá Bandaríkjunum, frá Ameríku, því að hún hefur beðið skólan í Bandaríkjunum að setja merkiseðil handa Súling utan á pakka með stórri fallegri dúkku handa henni. En þegar að Súling fær pakkan sinn, þá er hún voða spennt og hvað heldur hún hafi fengið? Svo stóru flottu dúkku sem allar stelpur óska sér. Nei, það gerði Súling ekki. Því hún átti dúkku, ég þarf ekki fleiri dúkkur. Ég þarf að fá gjöf handa öllum börnunum. En þegar hún opnaði gjöfina sína, þá fór hún svo til frú Fraser og sagði, má ég fara núna og gefa öllum gjafirnar mínar? Gjafirnar þínar? Og svo horfði hún niður í pakkan. Og hvað var í pakkanum? Pakki var fullur af greiðum. Og greiðurnar voru bláar og grænar og bleikar og hvítar og flottar. Og Súling fannst þær svo fínar og allir krakkarnir eru svo kátir að fá greiðu, meira að segja gamli garðyrkjumaðurinn fekk greiðu og allir kennararnir fengu greiður. Og Súling var þetta mjög gjöf og glöð og einhver sagði við hennar, verslingun, þú férst ekki dúkkuna þína? Dúkku? Ég þarf enga dúkku, ég á dúkku. Þeir sem að voru kátasti þarna voru kannski kennararnir að sjá hvað gerðist og
nokkrum mánuðum seinna þegar hrís uppskeran brást og það var dýrtíð og vandræði steðjuðu að þá voru margir sem sögðu munið eftir greiðunum. Ef að Guð gat séð fyrir gjöfum handa öllum börnunum bara greiður, þá getur hann líka séð að við fáum þann mat sem við þurfum hér á munaðarleysingahælun okkar og séð fyrir öllum þörfum okkar. Í Bandaríkjunum gerðist að það var ruglingur með merkiseðlana á pakkana, svo það var ykkur kaupmaður sem ekki fékk greiðurnar sínar en fékk stóra dúkku í staðinn fyrir. En Su Ling og börnin og allir á munaðarleysingahælunum voru hamingjusamir og treysta nú Guði enn betur en áður. Já, takk Sonja, þú klikkar ekki, það er alveg rétt. Heyrðu, jæja, nú er komið að því sem að flest okkar hafa beðið eftir. Ég veit að það er maturinn líka, en við erum nú auðvitað hérna til þess að fagna tímamótum og ég ætla að tóa hérna tæknimennina, er það on? Þú getur kveikt að skjáða þetta. Við skulum reyna. Er að koma greiður? En svo það sem á að koma spilast. Við erum svona, ok. Já, ég sé að aðal tæknimaðurinn, þannig ok, það getur ekki klikkað. Ef þetta klikkar þá getur engin lagað það. En, Sandra, komdu hérna og vertu hérna hjá mér. Við erum auðvitað hér að því að við erum að fagna því að Erik og Laila eru búin að vera hjá okkur í 40 ár. Já, og þú ætlar að vera með líka, Ivo, sorry. Og hérna, auðvitað er fullt af fólki sem langar að segja fullt af fallegum orðum Erik og Lailu. Ég lofaði þeim að þetta yrði ekki of langt, en ég veit ekki núna því ég stend inn, þá veit ég ekki hvernig þetta fer, en það kemur bara í ljós. En allavega, ég náði eða ákvaða að við myndum fá einhverju hérna upp og við Sandra, við vorum bara sammála því að við vildum segja þessi orð. Því að við höfum bæði alist upp með Erik hérna sem prest í kirkjunni, við höfum unnið með hann í konferensinum, og svo einmitt í síðustu árin verið með hann hér líka í kirkjunni. Og síðan er það annar aðili sem ætlar að koma hérna upp á skjáinn, sem við ætlum að reyna að fá til að byrja. En kannski að við bara segjum eitthvað fallegt áður en að þetta kemur upp á skjáinn, fyrst að svona tæknin aðeins svona eins og hún er. Já. Og vilt þú bara byrja kannski, Sandra? Já, ég hef verið svo lánsöm að þekkja Erik og Lailu frá því ég var bara lítið stelpa hérna í kirkjunni í Reykjavík og bara alla þeirra tíð hér hafðu gefið mikið af sér til kirkjunar, haft góða nærveru, verið tilbúin til að þjóna í alls konar verkum fyrir söfnuðinn, svo það hefur alltaf verið mjög dýrmætt. Og nú eins og við vitum þá hefur Erik lengi verið prestur, meðal annars hér í Reykjavíkursöfnuði og séð ýmsa viðburði tengt öllu safnaðarstarfi og safnaðarþjónustu meðal annara, og Laila hefur einnig verið mikil stuðningur í safnaðarstarfinu og komið með ýmsu gegnum tíðina. Það er svo margt að það maður væri allan örugglega að nefna það hvað það hafa mikið gert, en Laila var náttúrulega í barnahvíldarskólanum, skátunum, sáum matinn og aðstoð við þá sem hjálpa þurfi, bjóða öll þau velkomin í kirkju sem að tala ekki íslensku, hérna til dæmis hjá okkur, nú búðin í kjallaranum og svo má lengi telja. Og ég veit að Guð blessar alltaf góða starf sem þau hafa unnið fyrir kirkjuna. Og svo var það mér mikill heiður og ánægja að vinna með Erik á skrifstofu Adventista meðan hann var formaður
og ég var ritari og fjármálastjóri. Nú það var alla tíð mjög gott að vinna með Erik og alltaf hægt að treysta á hans stuðning í hvaða málum sem uppkomu. Hann hafsjór af visku í andlegum málum og alltaf gaman að hlusta á hans innlegg í umræður í Hvíldardalsskólanum og heyra andleg erindi frá honum. Hann hefur með sér mikla visku og áralanga reynslu í að takast á við erfið mál og vill ætíð miðla málum á sem besta veg. Ein af hans mörgu talentum þjónustulundin og hann fljótur til við að hjálpa þegar beinum best honum. Enda hefur honum ætíð verið umhugað fólk og það alltaf auðvelt að leita til hans og treysta á bæði hann og Lælu þegar eitthvað bjátar á. Og þjónustulundin hans stoppar ekki þótt að málin séu ekki andlegs eðlis og hann klár í mörgum hlutum og kann að laga ýmislegt og mjög handlaginn, eins og við vitum. Og ég man nú eftir því einu sinni að rifjast upp fyrir mér þegar ég var eitt sinn ætlaði að keyra heim úr Suðurhlíðaskóla. Þá sá ég mig til skelfingar að pústið á bílnum lá bara á jörðinni, eða við jörðina. Og ég fór það inn í húsið og það var Erik inni í Suðurhlíðaskóla. Nú hann hikaði hann ekki við að fara út í leiðinda veður, skríða undir bílinn minn og tjasla honum saman nógu mikið þannig ég gæti komið honum á bílaverkstæði. Og mikið var ég nú honum þakklátt fyrir þetta að geta hjálpað mér í þessu vandræðum, enda man ég þetta atvik ennþá í dag þótt að þó nokkuð langt sé liðið. Og ég veit að við getum mörg hér og munað eftir ýmsum atvikum þar sem hann hefur komið til hjálpar. Og svo ég nú að segja einnig frá því að það hefur verið ótrúlega gaman að heyra Afríkusögurnar sem hann og Læla hafa frá að segja frá því tíma sem þau voru í Sierra Leone. Í gegnum þann tíma sem ég vann með Erik á skrifstofunni læddust af og til inn sögur af þeim ævintýrum sem þau upplifðu meðan þau bjuggu þar og störfuðu. Það voru þvílík ævintýri sem ég heyrði af ásamt hættulegum svaðilförum sem þau lentu í og það mátti sjá að Guðs handleiðsla og hjálp hafði sannarlega verið með þeim í þessum aðstæðum. Einnig var gaman að heyra nokkur brosleg atvik sem þau upplifðu í tengslu við samskipti og mismunandi menningarheima, til dæmis einstaklinga sem komu frá öðrum menningarheimum að vinna í Sierra Leone en áttu erfitt með að sjá út fyrir sinn eigin ramma eða menningarheim. Það á svo sannarlega ekki við Lælu og Erik, enda hafa þau visku til að sjá hlutina út fyrir sinn eigin ramma og hafa grein til að setja sig í spor annara, sem eiginleiki sem mikilvægur að hafa og sannarlega guðsgjöf. Það heiður að fá að taka þátt með þeim í þessum fögnuði hér í dag. Elsku Erik og Læla, takk fyrir góða þjónustu ykkar í gegnum öll þessi ár, fyrir söfnuðinn og kirkjuna á Íslandi og þakk fyrir allar góða samverustundir. Megi Guð blessa ykkur áfram og ávallt. Nú er ég aðeins forvitin að heyra hvernig gengur með tæknimálin hér. En það lítið sem hægt að bæta við hérna, Sandra. Þú fóst yfir hérna allt þess sviðið, en það einmitt þetta, það bæði þessi andlega viska sem maður hefur fengið frá Erik og ég man þegar þau komu, þá var ég 15 ára unglingur en Erik einhvern veginn var alltaf tilbúinn til þess að leyfa okkur að taka þátt, finna upp á einhverju hlutum og bara framkvæma. Og í gegnum tíðina hefur hann í rauninni látið hluti gerast hérna í kirkjunni. Og kannski á seinni árum hérna til dæmis menningarnótt í Reykjavík, eitthvað sem að fjölskyldan hans tók öll þátt í. Að hann vill að kirkjan, sagði alltaf að kirkjan sé aðgengileg fyrir alla. Og hann búinn að vera þjónn hérna í samfélaginu fyrir okkar kirkju. En ég hef tekið eftir því að þegar maður hefur verið að ræða kannski einhver mál sem að lúta að vinnufélögum eða öðrum vinum, þá hefur hann alltaf verið tilbúinn að spyrja, viltu að ég fari og tali við þau? Þannig að hans rammi í rauninni náði ekki bara utan okkar kirkju og okkar fólk, heldur hann var tilbúinn að þjóna það sem þörfin var. Og svo ekki sé tala allt mögulegt búðina sem að einmitt Læla hefur í rauninni staðið í með góðu fólki. Og þetta allt gert til þess að reyna að ná til fólksins sem hérna og súpustofan til fólksins sem hérna í kring.
Ég einnig get sagt að ég var svo heppin að vinna með honum í konferensunum eða á skrifstofunni og það var alltaf gaman. Eitt af því sem að Erik og þau eru mjög góð í, það er þetta að það er alltaf einhvern veginn bakkels, það er alltaf einhver hátíð þegar þau koma. Hvort sem það er niður á skrifstofu eða hvort við komum í heimsókn þeirra, einhvern veginn þá verður allt einhver svona smá veisla. Fyrir Erik þá er alveg augljóst að þetta hefur ekki bara verið vinna, þetta er köllun. Og það er blessun að hafa fólk sem að lít í kringum sig, sem að í rauninni gerir þetta hlutverk eða þjónar þessari köllun sem að það hefur fengið. Og það er svo augljóst, finnst mér, fyrir hans starf hér. En ég spurði hérna fólk í kringum mig hvað myndirðu segja varðandi Erik. Og þá er það kom frá ykkur svona, hann er ósérhlífinn, hann er vinnusamur, hann er sko ekki latur. Og hann er jafn á fræðisviðinu, guðfræðinni og praktísku hliðinni. Hann er handlaginn og úrræðagóður, hann vill gera hlutina vel. Alltaf boðinn og búinn að fara í heimsókn eða til einhver sem þarfnast þess. Hann er líka diplómat. Hann vill að við komum vel saman, að okkur líði vel og hann vill miðla málum. Hann vill, og hann eitt sem að ég kunna að meta er einmitt þessi góðu tengsl sem hann átt við önnur kristin samfélög, kristna hópa hér á landi og maður sér hve mikils hann er metinn þar. Síðan var það annað sem að Fróði myndi mig á að hann er frábær ferðafélagi og þau. Að fara með þeim upp í Þórsmörk eða fá að koma þangað, það er alveg frábært. Og það var eitt ferðalag sem var þegar hann var 60, þá fóru upp í Þórsmörk og við fóru reyndar í heimsókn þangað, svo daginn eftir keyrðu upp í Emstrur. Þetta auðvitað myndi Fróði eftir. Því að þau fara upp á þarna og þá brotnar, hvað brotnaði Fróði aftur? Já, þið vitið það. Stýriendi brotnaði. Þannig að lengst upp á hálendi voru þau bara án bíls. Og hringi frá Fróði fer og næri fólkið, ég held að María hafi verið ófrísk og allt, það var bara næri fólk. En hvað gera þeir? Daginn eftir fá þau lánajeppa og það eru þetta Jón með pappa sínum í þessu. Þeir fara bara upp á hálendi og laga bílinn og koma honum í bæinn. Þessi bíl held ég keyri ennþá. Er það ekki? Já. Þetta var fyrir 15 árum síðan. Þannig að Erik, það er svo margar hliðar sem við gætum sagt Erik. En nú er kannski komin, já, dóttir mín, elsta dóttir mín sagði reyndar, það eru margir prestar. En hann er presturinn með stóru P og greini. Og hérna, nú er ég að sjá, náum við útsendingunni, eða ekki? Nei, það er ekki. Ok, þá verðum við að segja ykkur að það var nefnilega hann Jóhann Ellert. Já, einmitt. Það var að þýða fyrir hann, einmitt. Hann ætlar að tala á ensku nú rétt, og ég ætla að klára. She is reminding me that we should have translated here over to English. However, ég ætla að segja fyrst á íslensku. Það sem var að hann Jóhann Ellert hafði samband við Ivo og myndi hann á það að Erik væri búinn að vera hérna í 40 ár. Þannig að Ivo kemur þessu á stað og við erum með sérstaka kveðju hérna á skjánum sem við erum ekki að ná að spila frá einmitt Jóhann Ellert sem vann lengi með Erik og hefur mjög góðar sögur að segja. Þannig að við þurfum einhvern veginn að koma þessu út til fólksins og Erik fá að sjá þetta við það annað tækifæri. So ég segi bara, gjör svo vel, Ivo. I was just going to let you know that it was Jóhann Ellert who worked with, who is a treasurer in Norway and was a treasurer in Iceland, worked with Erik. He reminded Ivo on the conference that there were 40 years since Erik came to Iceland. And he had a special greeting online because he lives in Norway here that we were trying to play. But we will have to show it to you at a later stage. So, Ivo, you have some words to say.
Well, we can at least play the sound, maybe, if the video is not coming. So, yes, and according to this information that we have, Já, byggt á þessum upplýsingum sem við höfum, Laila and Erik, you have been here in Iceland serving this conference for 40 years. Erik og Laila þið hafa verið hérna í 40 ár að þjóna þessum samtökum. And Laila, you have, according to my understanding, have never had a formal role in this, Og Laila, mér skilst þú hefur aldrei haft formlegt hlutverk, but you have always worked as you had, en þú var alltaf as unnið if you had, yes. eins og þú ættir formlegt hlutverk. And I have not known you for too long, Ég hef ekki þekkt ykkur lengi, and I don't have so many personal memories as these that were shared here now. og ég hef ekki þessa persónulegu reynslu sem ég get deilt. But you have given 40 years of your life En to this mission and to these people. En þið hafið þjónað hérna í 40 ár þessu verkefni og þessu fólki. And this is our honor to say thank you to you today. Þess vegna er forréttind að fá að segja takk í dag. And you have served in different churches in this small conference during these years. Þið hafið unnið í ólíkum söfnuðum hérna í kirkjunni. And according to the calculation, Eric, you have served 18 years as the conference president. Og Erik, mér skilst að þú hefur verið 18 ár sem konferensformaður. So this is a long part of the history of this church in this Svo country. þetta er stór hluti af sögu kirkjunar. And Eric has definitely served in many weddings in this church, Já, hann hefur klárlega gefið mörg hjón saman and said the last words to many people who have passed away. og hérna verið útfarir. And alone or together, you have been to many homes in this country. Já, og hvort sem þið eru hérna saman eða eitt, þá hafið þið heimsótt mörg heimili hérna And you have received many in your home. og þið hefur tekið á móti mörgum inn á heimili ykkur. And Angelica and I, we have enjoyed your hospitality Og Angelika og ég, við hefum notið gestristin ykkar when we have arrived here to this country. þegar við komum ykkar. And I have understood that Eric is a sort of a workaholic. Já, mér skilst það að Erik sé afar vinnusamur. It may not be the healthiest way to live, Þetta er ekki heilbrigða leiðin til þess að lifa, but I will always remember the words of a Lutheran bishop in Estonia. en ég mun alltaf eftir hérna orð lútersk biskups í Íslandi When he told me, when we were talking about his health þegar hann sagði mér að við vorum að tala heilsu hans and about his heart stimulator that had been planted into his body, og gangráðin sem hafði verið settur í líkamanns. he looked at me with a wink Hann leit á mig og drag auðvitað í pung and he said that it is better to burn through than to rust through. Can you say that again? Burn through? It is better to burn through than to rust through. Já, það er betra að brenna í gegn heldur en að ryðga í gegn. And I guess you understand what he means. Og þið líklega skiljið þetta. So, and I think that there is nothing else to change that. Það er reyna ekkert sem getur breytt þessu. So we understand and trust that you continue serving in this body. Og við vonum að þið verið tilbúið að halda áfram að þjóna í þessu samfélagi. But today was just this moment that we wanted to say thank you. En það var bara þessu tímamótum okkur langar til þess að bera fram þakklæti okkar. And I have seen beautiful things in this country since we arrived. Ég hef séð afar fallega hluti í þessu landi sem við komum. But all of you gathering today is the most beautiful thing that I have seen in this country so far. En það að við komum öll hérna saman í þessu húsi er það fallegasta sem við séð í þessu landi fram. So can we invite you to the front for a little while now? Svo vil ég koma hérna fram í smá stund. So we have from the
Iceland Conference, Svo við höfum hérna frá samtökunum, something to remember this day. eitthvað til þess að minnast dagsins. There is a little piece of art Það er listaverk for you to remember this day, til þess að minnast dagsins. and also that you know that there are many people who in their heart are thankful to you for what you have contributed in their lives. Bara svo þið vitið að það eru margir sem eru afar þakkláttir fyrir þetta framlag ykkar. Wants to say something? I'm totally lost for words. Ég veit ekki hvað ég á að segja. Þetta er auðvitað hérna, ef það væri bara brota þessu sem búið að segja hérna okkur, það væri satt og rétt, þá væri það auðvitað glæsilegt, sko. En hérna, það er bara eitthvað sem hefur vaxið í hug ykkar, held ég hljóta að vera, þetta getur ekki verið rétt. En hjartans þakkir og fyrir þessa hérna, hluti sem við erum að fá, blóm og mynd, sem eitthvað sem við munum eiga og minnast. Ég verð nú bara aðeins að segja að hérna, þetta er ekki fyrsta skipti sem hún Harpa hefur staðið fyrir því að afhenda einhverja þakkagjöf og kveðjugjöf. Manstu, hérna það hefur verið ýmislegt. En vandamálið er að við förum aldrei, við bara höldum áfram að vera hérna. Við skröltum bara áfram. En það er yndislegt og það er stórkostleg forréttindi að fá að þjóna söfnuðinum og vera með ykkur hér. Bara getum eiginlega ekki tjáð það hvað það er yndislegt. Svo bara Guð bless ykkur öll og hjartans þakkir. Laila, þú ætlar að segja eitthvað líka. Hvernig vissu það? Ég var með martröð í nótt og hef búin að vera það í mörg sinnum svo oft. En hún var alveg öfugt því sem í kirkjunni hérna í dag. Salurinn var nefnilega tóm. Og ég bara get ekki þakkað nóg. Ég var að hugsa að þegar ég hugsaði tilbaka, það var ein fjölskylda og ég rak 5 kynslóðir sem við þekkjum. Það var Aldís og Stefán, það var Elsa, Fjóla, það var Dísa, Ian, það var Jóel sem var hérna í sumar og þjónaði á litla kúturinn hjá hann. Þetta er 5 kynslóðir. Þannig hvað er það annað en fjölskylda þegar maður getur rakið svona langt tilbaka? Og ég segi það bara, já mína 2. En svo ykkur takk fyrir bara. Hjartans þakk. Við eigum þá von á tónlistaratriði. Þetta verður aðeins lengur en vanalega, en við erum hérna til þess að fagna. Og nú er það hún Sigrún sem ætlar að syngja fyrir okkur hér hinn fegusta rósin er fundin. Gjörðu. Sorry.
When I started my first year in primary school in Estonia, Þegar ég byrjaði grunnskólagöngu minn í Eistlandi, then Estonia was still under the Soviet rule. en þá var ennþá Sovjetríkin sem réðu þar. And the stories in our reading books at school were about Lenin. Og lesefnið í skólabókunum okkar var Lenin. Or actually the small children, for small children it was about little Volodya as he was called. En fyrir litlu börnin var það Volodya litli eins og var kallaður. And these stories told us how good the little Volodya was. Og þessar sögur segja okkur hversu góður þessi litli Volodya hefði verið. And his character was impeccable. Og lundafar hans var óaðfinnanleg. And he always listened to his parents. Hann hlustaði á foreldra sína. And he always helped his friends sacrificially. Og hann hjálpaði vinum sínum að fórnfýsa. And all these other good things. Og margt annað gott. And when he grew up, Þegar hann var fullorðinn, he became the savior of the whole land, þá var hann frelsari alls landsins. of many nations. Margra þjóða. And he continued to be perfect in both character and deed. Og hann hélt áfram að vera fullkominn bæði í aðgerðum og í lundafari. Do you believe in such fairy tales? Trúið þið á slíkar sögur? The reality is different. Raunveruleikinn annar. And there are only fallible, sinful, and erring human beings. Og það í rauninni bara ófullkomið og syndur menn. We may think better of people that we don't know. Það getur verið að við höfum háleitari hugmyndir fólk sem við þekkjum lítið. And the reality is that everyone is normal until you get to know them. Og raunveruleikinn sá að allir eru nokkuð eðlilegir þangað til við kynnumst þeim. But great people still exist. En stórmenni eru samt í staðar. And the great people of God are made of ordinary, mundane stuff. Og stórmenni í samhengi Guðs eru búin til úr mjög hversdagslegum efnivið. What actually makes them great Það sem gerir þau að stórmenni is what God is doing in their lives. það sem að Guð gerir í lífið þeirra. And only those that are very close to us, they can speak beautiful stories about us. Það eru aðeins þeir sem að standa okkur nærri sem geta sagt fallega sögur okkur. And our closest family members maybe can tell the ugliest stories about us. En leið þá er það líka þeir sem að standa okkur næst innan fjölskyldunum, þeir geta líka sagt ljótustu sögurnar. You just ask my wife or my daughter. Spyrjið bara einkona mína eða dóttur mína. When I say the name Moses, what comes to your mind first? Þegar ég segi nafnið Moses, hvað dettur ykkur í hug? We may think of Ten Commandments, Boðorðin 10, the basket on the river, bastkarfan á Nílarfljóti, all these big miracles, stóru kraftaverkin, the 10 plagues in Egypt. já, steintöppunar í Egyptalandi. There are big things, Þetta eru stórverk, big miracles. stór kraftaverk. And those of us who read the stories of the Bible, Og þau okkar sem lesa sögu Biblíuna, we take more notice of these special big things. við tökum meira eftir þessu stórvirki. And we participate in creation of unrealistic heroes. Og við þáttakendur í því að búa til óraunhæfar hetjur. And we easily forget to notice the ordinariness of the stories of these people. Og þá yfirsest okkur stundum það hversdagslega í fari fólksins í þessu sögu. And this is actually the opposite to the contemporaries of those who were with these people. Og þetta þeir auðvitað farið við samtímamenn þessa fólks sem til umfjöldunar. And contemporaries are more likely to notice the trivial and miss what is special. Já, samtímamenn, þeim hamara að sjá það sem smálegt eða hversdagslegt og missa af því sem hálegt. Moses lived 120 years approximately. Moses lifði 120 ár. How many days out of those 120 times 365? Já, hversu marga daga af þessum 120 sinni 365? It is 43,800 days.
43.800 dagar. In how many days something miraculous happened? Á hversu mörgum af þessum dögum gerast eitthvað undursamt? Not too many. Ekki mjög mörg. But what did the rest of the days of Moses' life consist of? En hvað gerist á hinum dögum? 40 years, of course, it was the sheep buying, ba, ba, ba. Já, margar dagar á bara hlustað á jarðgildan. And the other 40 years, it was the people whining. Og svo 40 ár þá hann hlustað á kvartanir fólksins. But what was Moses like? A person. Hvernig var Moses sem person? As an ordinary human being. Eins og venjulegur maður. What would have we noticed if we had been his contemporaries? Hvað hefur tekið eftir hefðu við verið samtímamenn? Was Moses without character flaws? Var Mósi án karakterbresta? Was he just so wise, uncomparable? Var hann svona yfirgengilega vitur? And there is plenty of evidence that none of this. Og það margar vísbendingur að ekki þetta. The most striking defect in Moses seems to be his fury or anger. Já, augljósasti veikleiki Mósi, það var reiði hans. Of course, when we read about these times when Moses was angry, Þegar við lesum þessi atvik þar sem að Móses var reiður. we see that there is plenty of reason for that. Og það full ástæða. And it depends on the character, of course. Þetta fer eftir persónuleikum. Some people would have cried instead of him. Sumir hefðu grátið. Some people would have just been numb. Sumir hefðu verið dofnir. And but Moses, he became angry. Móses varð reiður. And he struck. Og hann sló frá sér. Remember the Egyptian who beat the Hebrew slave? Munið eftir Egypta sem að barði hebreska þrælinn. Moses just killed him on the spot. Móses drap hann. And without thinking of the consequences. Án þess að hugsa afleiðingarnar. And he was just 40 about that time. Hann var 40. And 40 is a new teen, But 40 is a new teen. Yeah. 40 ára nýju úlingsári. But was he any different 40 years later? Var hann eitthvað öðruvísi 40 ára síðar? When he was around 80. 80 ára? You remember those first plates of stone? Þið munið eftir þessar fyrstu steinstöflu. That God himself had carved out of stone. Sem sjálfur Guð almáttugur hafði tálkað úr grjóti. And he himself had written with his own finger all the laws on them. Og Guð hafði skrifað með eigin fingur lögmál á steinstöflu. And Moses just smashed them. Og Móses tók þær og mörgðu. Because he became angry. Því hann var reiður. And it was unfortunate that the only thing he had at hand were those tablets. Og það óheppilegt að það eina sem hann var með við hendina voru þessar steintöflur. If it had just been something cheaper from IKEA or something. Og að það hefði verið eitthvað bara ódýrt frá IKEA. And ever since I was a child, I felt sorry for those tablets. Og frá því ég var barn þá hef ég haft samkennd með þessum steintöflum. I always think of God himself creating them. Ég hugsa Guð sjálfan að búa til And writing on them. Skrifa á And he just threw them to pieces. Og hann bara hendi þeim niður og braut þær. And they never put them back together again. Og það var aldrei sett saman aftur. Oh. But what about Moses another 40 years later? Og svo hvað með Mósi ennþá 40 ára síðan. When he was about 120. 120 ára. What happened to Moses when he got old? Hvað kom fyrir Mósi þegar hann var aldrei? Did he somehow become more perfect or immune to human weakness? Var hann einhvern veginn fullkomnari eða ónæmur fyrir veikleika? Remember that rock that gave out water? Munið þetta steini sem að vatn kom út? He was supposed to speak to that rock. Hann átti að tala við steini. But he got angry. En hann var reiður. And he beat the rock with his staff. Og hann sló steinin með stafi sinni. Twice. Tvisvar. And they certainly had to tape that stuff together after that. Og það þurfti klárlega að laga það eitthvað eftir það. And what did Moses say when he was beating the rock? Og hvað hafði Mósi að segja með hann sló steinin? When you read his words, Þegar við lesum orðan.
Íslands. It's Numbers 20, verse 10. Það í einum Mósebókunum. It says, listen, you rebels. Hlustið þið uppreisnarmenn. Must we bring you water out of this rock? Verðum við að draga vatn úr þessum steini? Of course, when we read this story, Og þetta þegar við lesum þessu sögu, Moses was provoked. þá var verið að ögra Móse. They came to him and said, Og þau komið til hans, if we had only died in the desert, ó að við höfum aðeins dáið í eyðimörkinni. why did you bring the Lord's community into this wilderness? Á hverju leiddir þú þjóð Guðs út í þessari óbyggð? That we and our livestock should die here. Að við og féð okkar skyldi deyja hér. Why did you bring us up out of Egypt to this terrible place? Á hverju tókst okkur út í Egyptum til þess hræðilega stað? So Moses was angered. Svo Móses var reiður. And where was this Moses again, who was called the humblest man on the face of the earth? Og hvar var þessi Móses sem var kallaður auðmýkasti maður á jörðinni? What happened was bad in the eyes of God. Það sem að gerðist þarna var illt í augum Drottins. It didn't bring glory to his name. Það upphaf ekki nafn hans. The water came from the rock. Vatnið kom jú úr steininu. The problem was solved, Og vandamálið var leyst. but Moses was sent back. But Moses was, Sent packing his things. já. En þetta var Móses til lítalæk. So we can say in contemporary Iceland that Moses was not a member of a trade union. Svo við getum sagt að inn í samtíman að Móses var ekki í verkalýðsfélagi. He just got a simple notice. Hann bara fékk uppsagnarbréf. I don't know if he received a 3 months notice. Hvort hann hefði fengið 3 mánaða uppsögn. But they did have an interview with Aaron regarding the end of their employment. Já, en það var samt viðtal við Aron varðandi starfslokin. And the reasons for terminating. Og ástæða fyrir þessu starfslokum. Aaron died first. Aron dó fyrst. And then Moses. Svo Móse. These men had gone through all the trouble. Þessi menn hefðu farið í alla þessa vegna. It had become their life's work. Þetta var ævistarfið. And now they couldn't formalize it. Og nú einhvern veginn gátu þetta gatið ekki að hálfgerst. After 40 years. Eftir 40 ár. And they couldn't experience crossing the finish line. Þeim unnaðist ekki að fara yfir endamörkin. It was painful. Þetta var sársaukamikið. Do we get better over time when we get older? Verðum við betri með því að eldast? Not necessarily. Ekki endilega. Did David commit his greatest follies in his youth? Var það þannig að Davíð gerði mestu mistökin þegar hann var ungur? No. Nei, In his old age. það var gaman. Was David a great man? Var Davíð miklu menni? Yes, he was. Já. But what about God? Hvað Guð? What did he think of Moses? Hvað fannst honum Móse? Did he let him go and that was it? Léta Móse bara fara og það með lauk málum. Wrote him off? Afskrifaði hann. Was he disappointed? Var hann fyrir vonbrigðum? Did he just sigh and walked away and said, wow, that's it? Andvarpaði hann, gekk burt og sagði þannig fór það. When Moses had died and he was buried, Þegar Móses hafði dáið og var på jarðan, the story of the Bible tells us that God actually raised Moses from the dead. þá segir ritningin okkur að Guð hafi reist Móse frá döðum. And he took him to the actual promised land. Hann tók hann til hins eiginlega fyrirtækis And gave him eternal life. og gaf hann eilíft líf. But back to Moses. Þetta var Móse. Was Moses somehow charismatic personality and talented orator? Var Móse einhvern veginn sterkur leiðtogi eða ræðumaður? Apparently not. Það virðist svo ekki vera. When God asked him to go back to Egypt, Þegar Guð bað hann til Egyptalands, talk to the Pharaoh and take the Israel out of Egypt. tala við Faró og fá Ísrael út úr Egyptalandi, He didn't want to go. þá vill hann ekki fara. And he said to God, Hann sagði við Guð, pardon your servant, Lord. afsakaðu þjóninn, I've never been eloquent.
Ég hef aldrei verið frambærilegur. neither in the past nor since you have spoken to your servant. Hvorki í fortíðinni né síðan þú talaði við. I'm slow of speech and tongue. Ég er hægur til máls. If it was Moses' turn to preach in his local church, Ef það var komið að Mósi að predika í kirkjunni sinni, people usually said fólk venjulega segja, that they would stay at home and watch the live transmission. hann myndi frekar vera heima og horfa á streymið. I mean, Moses had no choice. Mósi hafði eitthvað val. He was made to go. Hann var það bara. But God didn't argue with him about his ability and eloquent speech. En Guð drætti ekki við hann getur hans eða ræðusnið. He sent Aaron with him. Hann sendi Aaron með honum. Now, was Moses somehow genius at work? Var Mósi einhver svona snillingur í sínu verki? They say that he had the best military and leadership training in the highest Egyptian universities. Já, það er sagt að hann hefði haft bestu menntun í leiðtogaramennsku í herrkænsku frá Egyptalandi. But as a leader, he was just unable to delegate anything to anyone. En sem leiðtogi þá var ofsalega erfitt með að fela öðrum verk. He took care of all the matters of this big nation. Hann sá allt fyrir þessa stóru þjóð. He issued personally all kenitalas. Hann gaf út alla sjálfur allar kennitölur. He alone decided all the construction permits. Hann gekk frá öllum byggingarleyfum. If you had a quarrel with your neighbor about the dead lamb, it was Moses to go to. Ef þú varst að deila við nágrannaðinn dautt lamb, þá fórstu til Móse. And when one needed an interpretation of, let's say, an article, Og þegar fólk vildi túlkun á einhverju málsgrein, it was again Moses. það var það Móse. And he was running between, Alþingishúsið, Hann fór frá Alþingishúsinu and Hæstiréttur, að Hæstarétti, and then Þjóðskrá, en endur Þjóðskrá, and he was doing it all, og hann gerði þetta allt saman. and eating his sandwich from the round. Hann borðaði samlokunum sína meðan hann hljóp. And the end of the row, people waiting for him, they were in Garðabæ. Og endin af röðina fólki sem vildi fá vita við hann, það var lengst út í Garðabæ. It was his father-in-law, Jethro, who helped him. Það var tengdafaðir hans, Jethro, sem aðstoðaði hans. He came and taught him how to do it. Hann kenndi honum hvernig þetta gerði. To delegate responsibility, Að fela öðrum ábyrgð, to create an organized structure. að skapa skipun. We could have expected that Moses, from all these universities, Mann geti ímyndað sér eftir allt þetta langskólanám í Egyptalandi, doctor of leadership, með doktorskráðu í leiðtogamennsku, but no. það hefur verið Móse, en nei. So we have established that his character was not perfect. Svo við erum búin að sjá að persónuleikinn var ekki fullkominn. He was not particularly charismatic, Hann var ekki sterkur leiðtogi. and he was not a leadership genius either. Já, hann var ekki snillingur. But what did his family members think about him? En hvað með fjölskyldumeðlum hans? Or his colleagues? Eða samstarfsmenn hans? What about Aaron and Miriam, his brother and his sister? Aron og Miriam, bróðir hans og systur. You know the story. Við þekki þessa sögu. It's in Numbers 12. Já, þetta er Before Moses. Já, fjórðu Móse. They criticized his wife. Þau gaggríndu eiginkonu hans. They said, has the Lord spoken only to you, Moses? Þau sögðu, hefur drottin aðeins talað við þig, Móse? Not a lot of respect there. Ekki mikið virðingar. What about his colleagues? Hvað með samstarfsmenn hans? Was Korah, Datan and Abiram and On, Koran, Datan og Ari, and 250 Israelite men, well-known community leaders, it says in the Bible. 250 Ísraels menn, vel leiðtogar í samfélaginu. They had all been appointed members of the council. Þeir hefðu verið tilnefnir sem stjórnarmenn. They came as a group to Moses and Aaron. Þeir komu sem hópur til Móse og And Aron they told him, you have gone too far. og sögðu, þú hefur gengið á langt. The whole community is holy.
Allt samfélagið heilagt. Why do you think that you are better than everybody else? Af hverju heldur þið að þið séu betur en allir aðrir? 250 colleagues. 250 samstarfsmenn. They certainly didn't consider Moses being special, did they? Þeim fannst Móse ekkert sérstakur. Or so if he was not a genius, Svo hann var ekki snillingur, if he was not perfect, hann var ekki fullkominn, then if he was not charismatic, og hann var ekki karismatiskur, if even his family and colleagues didn't consider him anything special, og fjölskylduðans og samstarfsmenn fannst hann ekki sérstakur, then how on earth do we know anything about him? svo hvernig vitum við eitthvað? I want to suggest that there are two things that made him special. Og mér langar þess að leggja til þessu tveir hluti sem gerði Móse sérstakur. And the first one is Í fyrsta lagi, that he was willing to listen to the voice of God and do what it said. hann var tilbúinn til að hlusta á rödd Guðs og gera það sem hún sagði. And second, Og í öðru lagi, he was willing to give his life for his people. hann var tilbúinn til að fórna lífi sínu fyrir þjóðsíku. And for the people who did not appreciate God Fyrir fólki sem að kunni ekki að meta Guð. or what Moses did for them, Og það er það sem Móses gerði fyrir þau. on more than one occasion they all stayed alive because actually Moses pleaded for them. Og það er í einu tilbyggi þá héldu þið lífi vegna þess að Móse grátbæði þeirra þá. He said once, but now please forgive their sin. Og Móse sagði við Guð, fyrirgeðu syndið þeirra. But if not, then blot me out of the book you have written. En ef ekki, þá þurrkaðu út af bókið sem þú hefur við. Are you ready to give your life for everyone who is here in this room? Þú tilbúinn til að fórna lífið fyrir alla sem eru hérna í dag? Am I ready to give my life for you? Ég tilbúinn til að fórna lífið mínu fyrir ykkur? And Moses was. Moses was an ordinary man with all his flaws. Móse var venjulegur maður með veikleika. But he didn't consider himself being better than other sinners. En hann áleit ekki sjálfan sig betri en aðrir syndar. And that was what made him the humblest man on the face of the earth. Og það sem gerði hann að auðmjúkasta manni á jörðinni. And that made him great. Og það sem gerði hann mikilvægt. What kind of a person does someone have to be? Hvers konar maður, persóna þarf einhver að vera for God to do something significant and lasting in their lives? Fyrir Guð að gera eitthvað marktækt og varanlegt fyrir tilstöðuna lífið þeirra. Can this person be you? Gæti það verið þú? And could it be someone who is an ordinary person? Gæti það verið einhver bara venjulegur maður? Who is flawed and imperfect? Sem eru veikleika og ófullkominn? Who sits next to you? Sem situr við hliðina á þér? Whom you know very well? Sem þið þekkið vel? That you know that they are not normal? Og þið vitið að þau eru ekki venjuleg. What do you think, what kind of material it takes? Hvers konar efniviður haldið þið? What kind of material is good enough for God? Hvers konar efniviður eru nógu góður fyrir Guð? I want to encourage you with these thoughts from the life of Moses. Og mér langar til þess að gera þessar hugsanir líf Móse að hvatningu. May God bless you. May Guð bless you. Takk fyrir Ívo og Indró fyrir þýðinguna. Við skulum rísa á fætur og á meðan við syngjum sálminn 448, Nú árið liðið. Númer 448.
og gaman að sjá ykkur hér öll og ég vil þakka öllum sem tóku þátt, öllu tónlistafólkinu, ég átti ekki að nefna neina öfn en Ester skipulaði þetta, takk fyrir það og þið sem sunguð fallega fyrir tónlistaratriðin, fyrir ræðu, fyrir þýðing og fyrir leksju og Erik og Laila, takk fyrir að vera hérna með okkur í dag og ég ætla að bjóða fyrir Erik að koma hér og vera með blessunarorðum. Meðtækið blessun Drottins. Drottinn blessi þig og varðveiti þig. Drottinn láti sína ásjón lýsa yfir þig og sé þér náður. Drottinn upplyfti sína augliti yfir þig og gefi þér syndfrið í Jesú blessa nafni. Ég ætla bara að nefna nokkuð praktísk atriði áður en Einar fer með borðbæn. Hér er matur handa öllum og við erum með nóg af mat, ég ætla bara að segja það, það er númer 1. Númer 2, það er hægt að fara sitt hvoru megin við borðið, þannig að það myndast á 2 raðir og það fer fljótara. Síðan, númer 3, þá eru 3 staðir sem þið getið farið á. Þið getið annarkvort fengið ykkur sæti strax hérna inni, þið getið farið upp, munið að bara halda ykkur í stíganum eða þið getið komið hérna inn. Hér verðum við með borð og þannig að það er nóg pláss handa öllum. Ef að þið komið hingað inn, þá farið þið ekki sama út sem sitt hérna megin. Farið þið inn hina hurðina og komið út hér. Það er voðalega kósí, flott teppi á leiðinni. Og svo glösin, ég held sveimi þá að þau passi fyrir heita og kalda drykki. Ég ætla að flýta mér að testa það, ef það virkar ekki þá kem ég með bolla. Það er komið. Við skulum út á höfði. Drottinn vor, við þökkum þér fyrir
allar þínar gjafir. Við þökkum þér fyrir fólk sem að vinnur fyrir okkur, fyrir þá sem að fórna svo miklu. Við þökkum fyrir, Guð minn, þá von sem að þú veitir okkur öllum, og við þökkum þér fyrir það góða sem að byggir okkur upp og hjálpa okkur að efla það allt saman. Og við viljum að síðustu þakka þér fyrir matgjafirna sem við fáum að njóta. Blessa okkur þær og styrk okkur af þeim og láta okkur fara héðan svo sátt og í náð. Í Jesú nafni. Amen. Eiríkur og Laila, þið kannski standi fólk farið fyrst og það væri ágætt að eldri borgarar kannski fái sæti við borðin hér eins og Einar, eldri borgarar eins og Einar, en að yngri kannski treysti sér að fara upp á loft og svo líka barnastaður fyrir börnin uppi á loft. Þannig að gjörum svo vel, þá hérna Eiríkur og Laila.